Reykjavíkur þriðjudaginn 17. mars 2015 og við göngum til fyrsta liðar á útsendri dagskrá sem í upphafi ætlar forseti að greina frá því að umræða kynlegar tölur sem var 5. liður á útsendri dagskrá fellur niður. Það þurfti að gera smávægilegar breytingar á bæklingnum og við tökum umræðuna næst. En þá göngum við til fyrsta liðar sem tillaga borgarfulltrúa Framsóknar og flugvallavinnu jafnlaunavottun. Og fyrst tekur til máls borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Virðulegi forseti, borgarstjóri og borgarstjórn. Í tilefni þess að Reykjavíkurborg fagnar í ár 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna leggjum við í Framsóknar og flugvallavinnu fram þá tillögu að Reykjavíkurborg muni á afmælisárinu sækja að fá jafnlaunavottun. Tillagan hljóðar nákvæmlega svona. Í tilefni þess að í ár fagna 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna á Íslandi. Þetta út. Samþykkir borgarstjórn að gerð verði jafnlaunaúttekt hjá Reykjavíkurborg sem staðfest verði með jafnlaunavottun á afmælisárinu. Samkvæmt meginreglum jafnréttislaga ber atvinnugreiðendum að greiða konum og körlum jöfn laun fyrir jafnverðmæt störf. Jafnlaunaúttekt greinir kynbundinn launamun innan fyrirtækja þegar tekið hefur verið tillit til annarra þátta sem hafa áhrif á laun, svo sem eins og menntun, starfsaldur, starfsflokk og vinnustunda. Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, staðfesti þann 24. október síðastliðinn reglugerð vottun jafnlaunastaðalsins EST 85/2012, en ráðherrann valdi einmitt að staðfesta reglugerðina á alþjóðlegum baráttudegi kvenna. Fyrirtæki og stofnanir sem uppfylla kröfur staðalsins geta þar með fengið vottað að málsmeðferð og ákvarðanataka þeirra í launamálum feli ekki í sér kynbundna mismunun. Þessi reglugerð var sett með þá von að leiðarljósi að jafnlaunastaðallinn myndi reynast árangursríkur í baráttunni fyrir launajafnrétti kynjanna. Jafnlaunastaðallinn sá eini sinnar tegundur í heiminum og afurð árlegs samstarfs heildarsamtaka launafólks, atvinnurekenda og stjórnvalda. Markmiðið með gerð staðalsins var að finna leið til þess að eyða kynbundnum launamun þannig að greidd séu sömu laun fyrir sambærileg og jafnverðmæt störf líkt og kveðið er á í lögum. Staðlaráð Íslands tók einnig þátt í gerð jafnlaunastaðalsins sem sambærilegur að formi og gerð og alþjóðlegir stjórnunarstaðlar og því vottunarhæfur. Reykjavíkurborg, sem vill vera í fararbroddi þegar kemur að jafnréttismálum, stendur nú til boða að samþykkja þá tillögu sem hér á fundinum. Mikið hefur samt áunnist í jafnlaunabaráttu og Reykjavíkurborg hefur verið í fararbroddi með eins og til dæmis kynjaðileg fjárhagsáætlun og fjárhagsáætlunargerð sem að raunverulega leiðir til þess að það ætti að vera auðvelt fyrir borgina að fá slíka vottun. Ég ætla ekki að hafa lengri orð þessa tillögu mína. Hún segir sig að mestu leyti sjálf. Ég trúi því að borgarfulltrúar viti og hafi fylgst með þeirri umræðu sem hefur átt sér stað og legg hana því hér með fram. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið máli sínu. Þá tekur hv. borgarstjóri til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka fyrir þessa ágætu tillögu sem byggir á þeirri sameiginlegu sýn allra borgarstjórnar að launamunur kynjanna og það að ráða niðurlögum hans órökstudds launamuns sé eitt af meginverkefnum, ekki bara í jafnréttismálum, heldur mannréttindamálum og launamálum borgarinnar. Það endurspeglaðist vel í síðustu kjarasamningum og starfsmatinu sem var endurskoðað í kjölfarið, en byggir á þverpólitískri samstöðu sem náðist í borgarstjórn fyrir margt löngu og var áréttuð 1. október 2013 þegar að borgarstjórn samþykkti aðgerðir gegn kynbundnum launamun. Í 11. punkturinn í þeirri aðgerðaráætlun var
samhljóða tillögunni, þar að segja jafnlaunastaðall verði innleiddur hjá Reykjavík og borg. Undirbúningur hófst strax og í kjölfar fyrstu yfirferðar var það skilgreint sem forgangsverkefni áður en að staðallinn yrði tekin upp að endurskoða starfsmatið vegna þess að grunnurinn var skakkur. Því lauk núna í lok síðasta árs og núna þegar launagreiðslur eru orðnar í samræmi við starfsmatið að þá hefur Félagsvísindastofnun verið falið að taka út alla launasetninguna og meta hvort að enn á halli. Þannig að við fáum nýtt stöðumat. Ég hef jafnframt óskað eftir minnisblaði stöðuna á verkefni í heild sinni en það er gert ráð fyrir því í áætluninni að staðan í því sé kynnt ársfjórðungslega og fyrir jól vorum við með sérstakan höfðafund fyrir borgarstjórn þar sem við fórum yfir þessi mál. Ég á von á því að minnisblaðið liggi fyrir hinum megin páska og ég ekki viss að sé alveg raunhæft að innleiða jafnlaunastaðal á þessu ári en það verður þá hluti af því sem fram kemur í minnisblaðinu. Þannig að ég legg til að þessari tillögu verði vísað til borgarráðs og síðan inn í þessa vinnu en þakka fyrir tillöguna að öðru leyti. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og fleira hafa ekki kvatt sér hljóðs og eru umræður lokið og við göngum þá til atkvæða málsmeðferðartillögu að þessari tillögu verði vísað til borgarráðs. Þau sem samþykkja hana gefi merki. Samþykkt samhljóða. Við göngum til annars liðar á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa